Og svo þannig að það enginn út af velli og nefnum bara Patti einn í húsinu og þá komum bara 20 manns og þeir eru að fara að spila í utandeildinni. Þannig fer hann út af völl bara staurblindur og dæmir hann leik bara sjálfur. Þannig að það svona segir svolítið hvernig mann hann Patti hefur að geyma. Það skipti hann engu máli hvort hann sagði ekki neitt. Hann gat alveg dæmt hann leik eins og allir aðrir sko. Patrekur kom til mín í Laugardalshöllina fyrir 3-4 árum. Hafði fengið ábendingu það, hann geti prófað frjálsíþróttir. Hann var í fótbolta sjálfur, áður en hann missti sjónina. Hann með arfgengan augnsjúkdóm sem heitir Leber og hann birtist þannig að þú missir sjón á einum degi, fyrst á vinstra auga og svo á hægra. Og þetta tekur svona hálft ár að fara úr 100% niður í 10%. Svo kemur hann þarna inn dyrnar alveg grænn fyrir því hvað hann er að fara út í. Síðan hefur hann verið að læra á hvað er að vera spretthlaupari og í hans flokki þá er hlaupið með blindfold, þannig að það þarf að hlaupa alveg í kolsvarta myrkri. Og það er nú meira heldur en svona venjulegi menn þora að gera. Hann hefur eiginlega bara verið með mikil hvatning, sérstaklega eftir að missa sjónina. Hann er svo sterkur. Fer í gegnum allt, kláraði rafvirkjann þegar hann var að missa sjónina, fékk stúdentinn í leiðinni, fer svo í nuddnámi í Fjörbraut í Ármúla ásamt bróður okkar. Hann gefst ekkert upp, hann heldur alltaf áfram. Hann tekur sér alltaf eitthvað fyrir hendur og hann sér alltaf ljósið í myrkrinu. Patrekur var 11 ára gamall þegar hann missti föður sinn og svo sjálfur missir hann sjónina 20 og bróður hans svo líka ára eftir Patriki. Ég sjálf er búin að vera svona síðan, ég ætla að sé ekki komin 13 ár og við höfum alltaf sagt öll, þetta er engin dauði, það er hægt að lifa með þessu. Og ég náttúrulega hvatti þau og hvatti hann sérstaklega hvernig maður á að takast á við hlutina, en svo sá ég bara hann allt í einu vaxa yfir mig og hann er fann að hvetja mig áfram. Það er bara eitthvað svo mikið dugnaður og sigla í honum. Hann er svona það sem hann tekur í sig, það klárar hann.